Ágætu fundarmenn, sagnastundagestir, verið velkomin. Það var hér hópur að borða alveg fram að þessu og þeir eru að greiða frammi. Vona það gangi hratt yfir. En sagnastund á Garðskaga, og það má segja það að við Bárður Bragason, hér situr, stöndum svo svolítið fyrir þessu. Við vorum svolítið góðir með okkur. Við náðum í Konráð og Vilhjálm bróðir hans og þeir koma hér til þess að segja okkur sögur. Þeir eru nefnilega þessu magnaða fólki úr höfnunum, en það er frá því að segja að í heila öld þá bjó fólk í höfnunum og á Stafnesi sem var mjög magnað fólk. Og svo saga þeirra, hún er ekki ennþá sögð að fullu. Þeir bræður munu fylla eitthvað svolítið í skörðin á eftir. Hurðar á lömum, gler í gluggum, 60 til 80 manns á heimili. Þetta er eitthvað sem að það er einhver, og þeir komast upp með að gera hluti sem að aðrir gerðu ekki. Þeir byggðu tvær kirkjur fyrir eigin reikning og það er nú svo gaman að glugga í söguna aðeins. Skipa koma í Þórshöfn. Mitt á milli Stafnes og Hafna er Þórshöfn og annálar segja þetta nokkrum sinnum og það er ekki nánar greint. Og maður getur alveg leyft sér að hugsa til dæmis sem svo getur verið á einhverjum tímum hafi þessir menn náð að mynda bein tengsl við Spánverja eða kannski frekar Suður Frakka. Þeir áttu verðmæta vöru og þeir höfðu búnað hjá sér sem var engu líkur. Og þeir bera enn eru þessi nöfn, dálítið gildandi, Hákon og Vilhjálmur, og þeir eru nú hér bræðurnir, Konráð og Vilhjálmur, og Anna og Ketill. Og hvað sagði skipasmiðurinn um Ketill? Ketill frækinn knörrin mætalætur, vaða ætíð votan sjó, vel að gætin djarfur þó. Að þeir hafa flutt pistilinn hafnafólkið og eitthvað, þá er hlé, af því að þetta er dálítið stór dagskrá, stærri minnilega. Og þá vill svo til að það er happy hour hérna á barnum, hvað svo sem það er. Og það verða vöflur með rjóma og bláberjum og fleira kröðeri eins og hver vill. En svo ætlaði líka að segja okkur frá Hafurbjarnarstöðum og það er mikill fengur að fá sögur af því vegna þess að þar býr á þessum bæjum sem búið var á öllum í okkar minni sem eldri eru, þá býr þar enginn nú á þessum, má segja 4 eða 5 bæir, þetta er hvernig við teljum, Hafurbjarnarstaðir, Kolbeinsstaðir, Kirkjuból og Vallarhús. Og Hafurbjarnarstaðir hefur ákveðin sjarma yfir sér, þannig sagan hafurinn sem kom og gagnaðist geitunum svo vel að það var afburða fé. En Hafurbjarnarstaðir, mér finnst það svolítið sjarmerandi orð, það er langt. En þannig var að Gnúpur sem er sagður hafa numið Grindavík, Molda Gnúpur, var frá Molda í Noregi. Hann hóf búskap sinn hér í Skaftafellssýslu, landnámsmaður þar,
en hraktist það hann mjög snemma undan jarðvá. Og þá kom hann hér vesturuttir og hann var það öflugur og hans menn að þeir settu sig niður í landnám Ingólfs án þess að Ingólfur gerði að því. Og það eru engar menjar að hann hafi neitt stugga við þeim. Og Hafur Björn var sonur Gnúps og það gæti alveg verið að þetta væri sami Björnin og Þorbjörn í Grindavík heitir eftir. Og þess vegna þetta svolítið magnað að við skulum akkurat vera á fótunum þegar þetta gerist, að landnámsmaðurinn hrekst undan jarðavá og sest að í Grindavík. Nú segi ekki meir. Konráð, gjörðu svo vel. Jæja, kæru Suðurnesjabúar, ég nú hálf klökkur yfir að sjá allt þetta margmenni sem hér komið til að hlýða á bensku minningar okkar bræðra og sögur sem tengist henni, byggð á þessu svæði. En ég vil bara segja það að þetta auðvitað persónuleg saga okkar og hún er full af gleðistundum, en það auðvitað gætir harmleik og trega í henni og maður náttúrulega hér bara til að opinbera sig og sína rætur og það náttúrulega bara í anda nútímans þar sem að lesbók Morgunblaðsins gerir þetta nú gjarnan. Það sem að menn kynna sig og tala sem sagt líf sitt þar og bjóða mönnum síðan að dæma og það eru auðvitað þið sem eru dómstóllinn hér í dag. Þessar minningar sem ég ætla að fjalla eru mörguleyti byggðar á æviminningabrotu af okkar. Þegar ég fékk þetta nú í hendurnar að fjalla Hafbirnastaði hér og það vildi svo til að hann Hörður sá mig niður í Aldingarði þar sem ég var að pota niður haustlaukunum. Þetta spilda niður í garðinum okkar þar sem við erum að virkja ungmennin til ræktunar og hann kom að mér þar sem ég var á kafi í moldinni og ég tók hann strax og bað hann að hjálpa mér að setja niður laukana og ég nú að gjalda hann þennan greiða hér. Ég hélt að þetta yrði fámennur hópur en auðvitað hefur þetta vaxið og ég þurfti þá að fara að grúska og fá til mín efni við til þess að geta talað fólkið okkar og það vill svo til að bróður minn eldri var náttúrulega kallar hingað til leiks. Hann 8 ára með eldri en ég þó þið sjáu það nú ekki en hann líka með stálminni sem kannski bara fáum gefið. Hann man til dæmis eftir því þegar að ljósmóðurinn kom og yktaði hann 2 vikna og í reislu og ég hef aldrei sem sagt og hann gat lýst umhverfinu og alveg sannfærður að þetta sé rétt. En sem sagt ég hef verið að lesa æviminningabrot afa sem var nú eins og sagan segir. Hann hafði sérstaka frásagnagáfu og menn kynntust henni. Hann var auðvitað ævintýramaður. Hann hér byrjaði að skrá þessi brot 1955. Ég hérna með bók, sem ég ætla að leyfa ykkur aðeins að bara að koma við og þið höndlið varlega því að hún náttúrulega viðkvæm
sýnir rithöndin hans sem að kannski af einhverjum ástæðum ég heila hálfpartinni hef erft en veit ekki af hverju. En hann var svo myndrænn í því sem hann skrifaði og það var nákvæmlega sama sem að gerðist þegar hann hitti menn á förnu vegi, að hann sagði sögur og eitt af því sem að við upplifðum bræðurnir var að fara alltaf með honum í siesta, þess að við lögðumst á ottómaninn við hliðina á honum og fengum eina sögu, gjarnan, úr hans sjóði áður en að við síðan aftur að sofna við hliðina á honum. Og það gekk nú misjafnlega og maður var stundum að vélan til þess að segja okkur tvær, en hann var svona og hann af áskorun margra sem að mættu honum og ekki síst móður okkar, að þá sé ég í þessari bók að hann fær þessa bók á jólunum 1943 og þá Villi 30 ára og svo áttu við annan bróður sem dó nú því miður. Þeir að gefa af að þessa bók til þess að skrá niður minningar, en hann byrjaði ekki að skrá það fyrir 1955. Þannig að kannski eru svona dagsetningar, ég held að við séum nú tiltölulega á réttu róli með það, en við ætlum að hefja þessa vegferð og ég ætla að leyfa ykkur að handfjalla þetta og svo ætla ég að leyfa ykkur að handfjalla gersema sem eru sko milljóna verði, en í vonandi þið skiljið það. Og það eru hér skeiðar og ég ætla að segja ykkur söguna af því svona, og þetta hefur verið skipta milli. En hefjum bara þetta ferli, þetta náttúrulega sögusvið Stafnes og þetta langafi og langamma okkar, Hákon Eyjólfsson, stórútgerðarmaður, óðalsbóndi og kona hans Helga Guðrún Eyvindsdóttir, og þau eru náttúrulega þau snýst þetta alls saman, en ég skrifaði ég ritaði mjög ófullkomið svona ættarkort yfir okkur, en af því að það eru svolítið sögur í þessu og ég nú búinn að rugla svo oft í öllum þessum önnum en ég ætla að byrja þarna á Hákoni Vilhjálmssyni lögréttumanni sem þarna fæddur 1753 og deyr 1826. Hákon var náttúrulega einn af þessum stóru köllum, bjó í Kirkjuvogi og hann giftist dóttur Guðna Sigurðssonar sem að vera síðasti sýslumaðurinn á Stafnesi og giftist Ingveldi dóttur hans og átti með henni 2 börn. Þau dóu í bernsku eins og var nú örlögum margra barna á þessum tíma og Ingveldur þessi gerðist innhverf, sjálfsagt farið í djúpt þunglyndi. Hún gagnaðist ekki manni sínum, hún var fráskiptin og gerðist trúuð mjög og eiginlega svona held ég hafi kosið að fara sína eigin vegi. En Hákon náttúrulega vildi auka kyn sitt og halda áfram þessu merku starfi sínu. Þetta náttúrulega stórútgerðarmaður og hann hafði þá alið upp stúlku sem var 30 árum yngri en hann, Anna Jónsdóttir Sighvatssonar úr Njarðvík. Þessi Sighvatur var enn eitt stórmennið, rakir útgerð, eða flutningaútgerð í Njarðvík. Hann átti þessa Önnu Jónsdóttur og hún var á tíma
hjá Hákoni í Kirkjuvogi og Ingveldi sem að var nú oft og tíðum svo að börn eða unglingar voru sendir til þess að öðlast náttúrulega meiri víðsýni og lærdóm. Hákon skrifar Danakonungi bréf og biður að fá að giftast henni af því að hinn þóknaðist honum ekki náttúrulega og var bara sér á parti og þrátt fyrir að hann væri ennþá giftur Ingveldi. Hann fékk nú ekki svar en svo gerðist það og við erum auðvitað eilíflega þakklátir fyrir það við bræður að hingað kemur ævintýramaðurinn Jörundur og hundadagakonungur og kemur hér eitt sumar á landinu bláa og hann fer náttúrulega Suðurnesin og að hrifsa verslunar verslununa af ríkum verslunarmönnum en Hákon ákveður að fara og hitta þennan mann og bera upp sína hryggð og biður hann að fá leyfi til þess að giftast þessari stúlku og Jörundur sem vildi allt fyrir Íslendinga gera á þessum tíma, hann sagði bara já. Og þannig var það að Hákon giftist Önnu og það sem best í þessu að Ingveldur varð rosalega fegin. Og hér sko þarna voru þessar tvær konur og Ingveldur tók sérstaklega þátt í því að undirbúa þetta brúðkaup og síðan fekk hún bara sitt hús einhvers staðar á jörðinni og bjóð þar og það var bara yndislegt á milli þessara tveggja kvenna og hún var náttúrulega fegin að geta sett yfir ábyrgðina á þessa ungu dömu en hún lifði Hákon því að hann dó 1820 og þá giftist hún Halldóru nokkru Gunnarsinni og átti með honum 4 börn, hún átti 6 börn með Hákoni Vilhjálmssyni og svo endaði hún á því því að hún var gift 3 mönnum og átti 11 börn á þessum árum Katli Jónssoni sem var frá Álftanesi. Álftanes var stórgerðasvæði á þessum tíma og hann var ekkjumaður og þá tók hún sér til og giftist honum líka og þaðan þetta Katlarnir komnir. Þannig að við Páll Ketilsson getum sko sagt að við eigum saman sömu eiginlega, já, eins og það En sko, Hákon Vilhjálmsson, hann náttúrulega eignaði 6 börn og þetta ekki rétt ef maður fyrir svona fagurfræðilegar detaljur á svona, hann átti Vilhjálm Hákonarson sem var kallaður hinn ríki í Kirkjuvogi og Önnu, systur hans náttúrulega og Anna þessi Hákonardóttir, hún giftist Eyjólfi nokkru Árnasyni sem var nú staðarhaldari á Hvalsnesi, góður bóndi og hún eignaðist með, og þau eignuðust sem sagt Hákon Eyjólfsson sem var okkar langafi. Ég vil bara benda á það að því að má ekki gleyma því að Vilhjálmur giftist Þórunni Brynjólfsdóttur og þau áttu 2 dætur saman, annars vegar hér Steinunni sem var gift Sigurði Síversen hér sem var prestur á Útskálum, misti hann og fljótlega og giftist þá bara Helga bróður hans og svo Odd sem sagt þau áttu sem sagt Önnu Önnu Vilhjálmsdóttur og það fræg saga þau samskipti
Oddur var prestssonur af stað í Grindavík og var í prestnámi þegar að hann fer að kenna, sko, menn voru náttúrulega faranskennarar, og fer á heimili, þetta stóra heimili, og fer að kenna Önnu Hákonardóttur, Önnu Vilhjálmsdóttur segi ég, og nokkuð fröð þá maður rugglist á þetta. En hérna, og þau sko verða bara bera saman hugi og verða hálfpartinn svona ástfanginn, og Oddur þessi biður hönd Önnu, en Vilhjálmur Stórbokkinn og þessi menn, þeir vildu nú gjarnan sko viðhalda og auka eignir sínar. Hann sagði bara nei, hann var ekki bara nógu ríkur. En þau sættu sig ekkert við þetta, og Oddur ákveður að ræna henni. Og úr því varð brúðarránið sem getur, og það var mjög mikið plott, sko. Hann kom siglandi inn til Njarðvíkur á meðan að hún fór yfir heiðina og gekk síðan í skip. Og það stóð að endum þegar að Vilhjálm komur eftir og ætlaði að hirða liðið og hirta það náttúrulega, að þá náðust þau að komast í skip og sigla í burtu. Það tókust nú seinna miklar og góðar sættir með þessari fjölskyldu. Oddur og hún, þau eignuðust heilmikinn áttboga. Oddur var í sínu námi að hafði mikinn áhuga á slysavörnum, og náttúrulega bara upphafsmaður slysavarna hér á Suðurnesjum. Þau fluttu síðan eins og margir til Vesturheims, þar sem hann fékk einhvers konar þjónustu starfið við söfnuð erlendis, sjálfsagt í Seattle, eins og margir fóru til, en hann lærði síðan til læknis, og af þessum hjónum kominn mikill áttbogi. En Helga Guðrún Eyjólfsdóttir og Hákon, þau áttu saman 13 börn, og afi og systir hans, Dagbjörg, þau voru einu af þessum stóra barnahóp sem komust til fullorðins ára. Það var náttúrulega á þessum tíma mislingar, barnaveiki, kýhósti og allt slíkt sem að drap þetta ungviði, og það segir saman frá því að eitt skipti voru 3 börn lögð í sömu gröf þarna á Stafnesheimilinu. Daginn sem að Dagbjörg fæddist, þá gekk geysilegt úrsinnisveður yfir Stafnes og fyllti allar dældir á jörðinni með náttúrulega sjó, og því fylgdu mikið magn fiskjar sem var bara kastast upp á land, og þau voru þar hér löngum stundum og eftir að tína upp fiskinn, og þess vegna fékk hún sko þetta nafn, Dagbjörg, af því að þetta bjargaði mörgum, og hér var síðan fólk kom og sótti sér fangs. Ég ætla að sjá hvað ég gerist þegar ég held þessu nú áfram. Ég ætla aðeins að tala lífið á Stafnesi og höfnum, og það var auðvitað tengdist sjávarútvegi og landbúnaði, og það myndu stórbýli í augu höfðingjana eins og var kallaði. Þeir voru nú kallaðar höfðingjar eða formenn, og Suðurnesin þau átti náttúrulega bara stóran hluta í þeim landsauðæfum sem voru þá sköpuð, en það kom fólk hér á vertíðir allstaðar af landinu, og það þurfti að taka á móti þessu fólki og gera því til góða. Húsakostur voru þyrping,
torfbæja og timburhúsa þar sem að stórbýli formannsins stóð upp úr. Þar var náttúrulega baðstofa og þar skemmtu menn sér af degi loknum, bæði við vinnu og svo þar skemmtanir sem að þar fóru fram. Það voru þessi 3 höfuðbýli á Suðurnesjum, Kirkjuvogur, Kotvogur og Stafnes. Formennirnir söfnuðu miklum auði og það fengum við auðvitað upplifa. Við eigum sko erfðaskrár frá langafa og langamö og mikið svakalega hefðu við verið ríkir ef að það væri. En hér sem betur fyrir þá var þessu nú eitt eða það einhvern veginn hvarf. Og þessi heimili, þau voru náttúrulega bara félagsmiðstöð þess tíma. Þetta var fólkið, það höfðingjarnir, þeir hlúðu af þeim sem að voru til staðar. Ég veit að Guðrún Helga Langafa, hún sat löngum og við fatargerð fyrir fólkið því að það þurfti það fékk frían mat og föt og það var sama fólkið sem dvaldi árum saman og skapaði sér sína eigin fjölskyldur í skjóli þessara stórmenna. Og stórmennin sem voru að hugsa sitt fólk, þau gerðu allt þess sem hægt var að gera fyrir eitt svona samfélag. Þeir hlúðu að aumingjum, þeir tóku til sín munaðarlausa, skrýtnir einstaklingar fengu að vera þar og öllu þessu fólki var sinnt á þann hátt sem best var á þessum tíma. Og svo auðvitað reistu sér kirkjur og það var náttúrulega minnisvarði þeirra ágæti og sjálfsagt hafa þeir farið í þessi 2 sem hér voru náttúrulega mestir á sínum tíma, Ketill, Miðketill og Vilhjálmur Kristinn Hákonarson ríki í Kirkjuvogi. Hér bara svona tilraun til að mynda þetta svæði, þarna sést Kirkjuvogskirkjan og svo þarna lengst til vinstri eru rústir Kotvogs. Þessi tún eða Kirkjuvogur og Kotvogur þau lágu að sama túninu og þegar við höfum seinna verið að reyna að kíkja á þetta þá er þetta erfitt að greina hvar skilin voru. Nú, svo ég fyrir nú að hefja ferðalagið og ég ætla að biðja ykkur að stela ekki silfurskeiðunum, heldur að skila þeim og taka þær þegar þeir eru búin og við fáum þær, þetta eru 3 og af því að þær eiga sína sögum og hér en sem sagt það sem gerist og kannski upphaf hnignunar á þessu stórveldi það að Bretar fara að sækja hingað með sína botnvörpunga sem voru nú tiltölulega smáir í sniðum til að byrja með, en stækkuðu svo smá saman og þeir skófu botninn, byrjuðu hér í Faxabuktinni 1887, skófu botninn og skildu bara eftir sig auðn. Og það var á einum slíkum degi í sólskinni sem að afi Vilhjálmur og bróðir hans sem var eldri og enn lifandi fóru út og voru búin að dóla og reyna að veiða, sennilega verið á fjóræringi, báðir, samankomnir, en svona, útgerðirnar sjálfar stórútgerðarna manna, þeir voru byggðar á teinæringum og tólfæringum, þar sem að áhöfnin
var tvöföld, þar sé að alveg eins og tóðin í dag. Þeir á teinæningunum voru 20 manns borð í einu, bara til þess að hvíla sig á milli. Jæja, en Bretar sem sagt hefja botnvörpuveiðar hér 1887 sagt og skógu þennan botn og þeir eru þarna staddir út og búin að reyna og fá ekki neitt og að fara leiðinni heim, á leiðinni heim þegar þeir sjá að það kemur botnvörpungur öskuvandi að þeim og þeir sjá að þar borð fiskinn með fleygt og flaut allan sjóinn og svo þegar að báturinn nálgast þeir ákvaða að sigla þarna á móti og sjá hvað nú rauninni gera og tína upp eitthvað þessu fiski sem að þarna var fleygt og skipstjórinn kallar þá frá og spyr hvort að það sé einhver þar borð sem að geti talað ensku en afi hafði strax verið svona vísinn og ég segi nú hann hafi verið fæddur með silfurskeið af því við erum nú að skoða þær af því að hann var náttúrulega bjó á þessu mektarheimili og hafði allt til brauðs og skeiðar eins og stendur en hann var einhvern veginn öðruvísi, hann var sem sagt vísinn og byrjaði strax bara sem barn að nema sig í tungumálum og það er mjög skemmtilega lýsingar á því þegar hann sem sagt fær farandskennara og sem með sérkennilegan framburð á enskunni og afi hermir eftir honum en svo fer hann út á útskála og fær þar virkilega góða kennslu og beðinn að lesa sögu og hlustandinn sem þá var kennari hann sagði ég skildi ekkert einasta orð og afi fór og bað bænir og var svo tekinn í próf nokkuð seinna og þá var hann allt í einu kominn með rétta takt inn í þessu. En sem sagt hann fer þarna út og hann þessi skipstjóri kallar og svo þegar afi svarar honum og þetta í fyrsta skipti sem hann fær að láta á reyna og sína málakunnáttu að þá veifar hann þeim bræðrum og segir þeim að koma og hann tekur síðan spotta og bindur í bátinn og fyllir hann með fiski því sem lá á dekkinu og þetta upphaf viðskipta sem að hér voru viðhöfð langan tíma á eftir svokölluð tröllaviðskipti þannig að afi þeir fara bræður heim og það finnst öllum þetta mikið til þetta að koma heim með fullan bát og þannig byrjuðu viðskipti við Bretana sem að voru viðhöfð langan tíma á eftir. Þetta þýddi það að það þurfti alltaf einhver enskumælandi maður að vera til staðar til að geta túlkað vegna þess að þetta var hættuleg viðskipti, það var hættulegt að umgangast þessa botnvörpunga og það var gerð krafa landstjórnin setti svo sem ekki mikið út á þetta en það var gerð krafa það væri maður sem að kynni þetta til þess að hafa þessi viðskipti og það voru viðskipti við Bretana og það voru fengnir menn þeir leigðu sér hreinlega menn með kunnáttumenn til að geta túlkað á milli en svo leggst þetta nú smá saman af og þar með hnignar kannski þetta veldi þessara manna. Það var náttúrulega vélvæðing báta og sem sagt og ekki síst náttúrulega fyrri heimsstyrjöldin sem verður til þess að draga úr þessum viðskiptum. Hér mynd af systkinum og Stafnesi, Vilhjálmur sem sagt fæddur 1881 og bara til að minna ykkur á það að það ár sigldi Jamestown upp í
upp í skerin inn í Höfnum og það nú alveg sérstök saga og Dagbjört sem sagt fædd nokkuð seinna og í rauninni deyr líka miklu fyrr og þannig að afi endar sem á sínum tíma þegar sem eini eftirlifandi eina eftirlifandi barnið af þessum stóra barnahópi. Nú, hann sem sagt fæddur 81 og eins og ég búinn að tala hann átti sem sagt viðskipti við þessa togarasjómenn og sérstaklega einn þeirra sem var nú sem sagt af rússnesk bresku ættum og hafði við hann bara heilmikinn vinskap sem endaði með því að skrifstofurinn býður honum til Hull og þá var hann sennilega 17 ára, 17 til 18 ára gamall og býður honum að hann þurfi að fara út og skipið þurfi að fara í þurrkví einhver smá tíma og býður honum að vera með sér og koma síðan að þessum tíma aftur til Íslands bara til að auka þetta víðsýni, hann greinilega hrifist af tungumálakunnáttu af hann en þá gerist það að hann fer með honum en hann í rauninni hitti aldrei þennan skrifstjóra meðan hann dvaldi hjá honum í 11 daga vegna þess að hinn var alltaf á kránum og bara var eins og menn gerðu þarna á þessum tíma var bara alltaf fullur og endaði með því að konan hans baði af hann að koma með sér og leita á honum en á þessum tíma þá sjá þeir einu sinni að það kemur mjög virðulegur maður í hægum skrefum, gullbúinn og hlustar mikið og skimar og þar á ferðinni náungi sem var skipstjóri á stóru farþegaskipi og að hlusta greinilega á sem sagt samræður í skipnu og hann hafði haft einhvern part á því að þarna var borð væri Íslendingur sem væri talandi á enska tungu og hann gefur svo tal við afa sem þá var nú að búa sig undir að fara heim aftur og býður honum að koma í þjónustu lávarðs sem hét og auðkímingur sem hét Sir Edmund Lacon og hann eftir heilmikil viðskipti eða samninga þá var hann yfirboðinn og fær þá stöðu svona þó að maður tali það nú bara í stuttu máli hjá þessum aðalsmanni sem var nú dálítið sérstakur í háttum, hann talaði alltaf yfir öxlina og bakkaði mönnum til þess að þegar hann var ávarpað, hann var bara til að sýna hvar hann stæði í virðingunni en afi sem sagt ræðist til þessa náunga sem sigldu heimshöfin á listisnekkju ótrúlega miklu skipi og skrýddu og ástæðan fyrir því að hann að velja sér akkurat helst Íslending það að hann hugði á ferð til Íslands, hann var sem sagt, hann hafði mikla áráttu fyrir veiðum, var búinn að vera víðan heim og stunda náttúrulega dýraveiðar en ætlaði sér að koma til Íslands og stunda veiðar í vötnum og á. Það endaði sem sagt með því að hann kemur til Íslands og á þessu skipi og afi alltaf með honum og hans hlutverki voru samskipti við allar hafnirnar sem hinn stoppaði á af því að hann var búinn að hann hafði mitt þess sem hann var í þessu flakki með þessu breska þá fór hann
og fullnumdi sig í tungumálum, var alltaf að læra tungumál. Jæja, þeir koma hérna til Íslands og fara umhverfis og það eru lýst í þessum bókum, sko, ferðir þeirra upp í vötn og ár og til dæmis þegar þeir sigldu upp laugin, sko, þetta listiskip var í Davíðunum hékk gufubátur sem þeir fóru á og svo var náttúrulega bara lítil kæna sem var komið mönnum til landsins og skipið sjálft beið þá einhvers staðar úti. Jæja, þeir fara þarna í vötn við Þistilfjörð og þegar þeir koma þarna þá verður á vegi þeirra gamall maður sem nú daufur í dálkinn og þeir þurftu náttúrulega að fá að hesta til þess að fara þessar ferðir til að bera og gamli maðurinn hann segir að hér hefur átt sér stað hræðilegir hlutir, ég á orðið bara einn hest eftir. Ég var með hér bæði fjárbú og hesta og kýr og svo gerðist það bara einn daginn þá fannst ein kýrin, hún var dauð á básnum og svo endurtók þetta sig með jöfnu millibili að búfénaður hundi og kallinn satt uppi með einn hest en hann sagði þið megið alveg fá hann og þá var hann aðspurður, sko, en var þetta ekki víðar að því þetta vissu menn að þetta hlyti að vera eitthvað rakið til smitsjúkdóma. Nei, það var bara þessum bæ og hvernig stóð á þessu? Já, það gerðist nú fyrir nokkra að ég fór og keypti nautshúð og menn keyptu nautshúðir til þess að hér búa til skó og klæði sem þurfti að þola meiri veðráttu heldur en svona venjulegur búnaður og þar voru fluttar inn frá Afríku þessar húðar því þær voru helmingu ódýrari heldur en það sem var til staðar hér á Íslandi. Nema það að þeir kaupa þessa húð og þá stuttu seinna fer það að bera á þessu með dýrin og Vilhjálmur hann náttúrulega þegar að hann sér þessa sögu og í rauninni hver urðu afdrif þessa merka lords. Hann fór svo að veiða í vötnum, fékk lánaðan hestinn, varð óskaplega glaður yfir veiðinni og kættist mikið þegar hann kom með þetta í skipið og svo nóttina þá heyrðist hann æpa og var dauður morguninn eftir. Og hvað gætu nú þarna hafa verið og Vilhjálmur náttúrulega fór og stúderaði þetta allt saman. Ég ætla nú bara að sýna ykkur hér þennan minnisvarða sem hennan haft af því að ættingjar þessar manns hefðu ekki hugmyndum hvað hefði komið fyrir þennan mann en Villi leysti nú þessa gátu. Auðvitað var þetta miltisbrandur. Miltisbrandur er bakteríusjúkdómur, það sem kallað antrax. Þessi baktería hefur þessa eiginleika að geta myndað sig hjúp og dvali eða gró og dvali lengi í jörðu og síðan lifnar hún við og gerir mönnum usla og á hverju heitir hún miltisbrandur? Jú, hún lagðist gjarnan á miltimanna og þau rotnuðu og þess vegna var þessi maður þarna, þessi lord, hann var þarna æpandi og þarna nóttina og það var sem sagt farið með hann og inn til Seyðisfjarðar og þar voru gerðar utan um hann 2 kistur, önnur úr sinki og hin úr tré og svo sigldi snekkjan út með förlag öll í hálfastang og allur Seyðisfjörður líka. Og þar með lauk fyrra ævintýri afa. Hann kom síðan heim og ég ætla nú ekki að
þetta nú verið nú svo langt en hérna hann kom síðan heim og hélt áfram að stunda sitt málanám og gerðist, fór til Reykjavíkur og stundaði sem sagt tungumálannám bæði ensku, frönsku og þýsku og meðal annars frá Bjarna frá Vogi sem var nú svona eitt af þessum stórmunum hér á sínum tíma og við eigum nú hann var í rauninni granni okkar þeirra sem búa þarna í Dölunum og hann minnisverði þar. Nú, hann kynntist á þessum, í þessum hér, þessari dvöl sinni í Reykjavík fólki sem að hafði verið í Vesturheimi og lagði mikla áherslu á allsnægtir þar og hann þetta fékk aftur ævintýraþrá og endaði með því að hann var fenginn í að fara með 8 Vesturlanda fara í hópi Sigfús Eymundsson sem var nú náttúrulega ljósmyndari, hann var með umboð fyrir skip og Allan Line og afi fór með þessu, fór fyrst til Hull og fór síðan yfir til Glasgow og tók þetta mikla skip, sigldi með því til Halifax, síðan þvert yfir það tók nú 18 daga, svo ferð öll í mótbyr og síðan þvert yfir meginlandið frá austri til vesturs og ég var akkurat að bregða á þetta stiku í morgun og sé að þetta eru 6.000 kílómetrar sem hann fór með lestum sem þá voru í byggingu, sko. Og lýsir ógleymanlega þessu ferðalagi þar sem að bændur og búalið komi inn með kistlar fulla af mat og deildu með sínum meðfarþegum á þessari ferð þarna milli heimsálfanna. Nú, afi var síðan, fór náttúrulega bara til Seattle, þar sem að fyrir voru heilmikið greinilega Íslendingabyggð og svona myndræn saga þegar hann ákveður að fara á einn bæinn og banka þar dyr og út kemur konu og hann kyssir hana og hún bregst illa við og hér verður bara eldrauð og hérna önug í skapi og segja hvernig dirfist þú að gera þetta og þekkti ekkert af hann. Og hann svarar henni og segir, jú Guðrún, þetta ekki fyrsta skipti sem ég kyssi þig. Og þá kom inn alla þessa leið. Þau höfðu nefnilega verið saman sko sem börn. Afi, hann vinnur fyrir sér og gerist þarna veiðimaður á Kyrrahafsströndinni og það nú skemmtilega saga því að hann á einhvern ástæðu, því ég veit ekki nákvæmlega hvar hann byrjaði en hann spilaði á kornett og hafði greinilega numið í lúðrablastri og hann eyði þarna þessum tíma í veiðar á Kyrrahafslaxi og síðan í sögunarmyllu sem mjög sérstakt, hann sem hér klauf þennan stórfið endilangt og bjó honum sannsagt borð. Afa leiddist nú sú vinna, hann bjó í tjöldum og hann lýsir því sko, þeir tóku tjöldin, færðu þau, en fóru síðan bara á ströndun og náði við til að búa til gólfurðum því voru bara sannsagt hafa svo mikill rekaveður. Og svo lýsir hann þessari veiði sem var nú laxveiði í snurpunót og menn fóru út með báta og girtu af laxatorfurnar sem komu ein eftir aðra og hann telur upp 11 mismunandi tegundir af Kyrrahafslaxi
eins og silfurlagskarnan, stálhöfða og svo náttúrulega kroppinbak og svona. Þannig að þetta var óslitin veiði og fengurinn var saltaður í tunnur og síðan sendur til útflutnings. Afi hér, hún var nú farið að leiðast og vildi fara eitthvað víðar og þá var gullæðið í blóma og auglýsingar héngu allstaðar þetta merkilega fyrirbrigði að grafa eftir gulli og gullpeningarnir eða gullklumparnir lágu á yfirborði þarna upp í Alaska. Og hann ákveður að fara þangað og það nú merkileg saga líka. Það var ferð 4000 kílómetra eins og ég get skynjað þetta þegar ég búinn að mæla þetta út og hann fór með ísbrjóti af því að hann ætlaði að fara með stærra skipi en það var allt upphandað og hann fór með ísbrjóti upp til Nome sem þegar ég nú hérna með einhver kort og Nome hér Nome og Nome var sem sagt miðstöð gullgrafara og hann lýsir því þegar hann þeir fóru tveir saman og þeir byrjuðu að grafa eftir gulli og fengu ekki neitt og fundu ekki neitt og gáfust upp á þessu og félagi hans fór tilbaka en afi fór í fjöll með bakpokann sinn og laxveiðistöng sem hann var með. Var alltaf einhvern veginn að veiða og endaði náttúrulega með því að geta gefið það sem hann var að fá eins og okkur þykir nú gaman sem við veiðum lax og silung. Það var alltaf gaman að geta tekið eitthvað með sér og virðist hafa mætt mikilli velvild allara þeirra sem hann mætti. Hann nefnilega, hann hafði tileinkunar orð, hans tileinkunar voru einhvern veginn á þá leið: hvar þú hittir fátakan á förnu vegi, gleddu hann en grættu eigi, Guð mun launa á efsta degi. Og hann gekk þetta með þetta held ég í Bringunni og hann mætti fólki með þessu hugboði. Jæja, ég ætla nú ekki að dvelja allt og lengi við þetta, en hann sem sagt fer þarna og gefst nú upp að þessum gullgrefti og finnur ekkert út úr því. Eina sem hann græddi á var það að hann kom með sér þarna upp til Nome, þá tók hann með sér náttúrulega blaðabunka sem hann hafði verið að fá þarna niður í Seattle og þú eru 2 vikna gömul og seldi þennan blaðabunka því að þar var náttúrulega fullt af fólki sem vildi fá hér upplýsingar heiminn og hann sagði þetta var það sem ég græddi nú mest af að geta selt þessi blöð. En hann fer aftur til Seattle og þá hittir hann sem sagt forsvarsmenn mikils fyrirtæki sem þarna fyrir norðan Nome og stundar þar veiðar á Kyrrahafslaxi. Svo afi fer aftur upp þangað og endar síðan, ég eiginlega sé eftir því að hann skildi ekki tala meira því að önnur bókin hans endar þarna upp í Nome. Hann varð vinnveittur eigandanum og af því að hann spilaði alltaf á kornett og fjölskyldan sem ekki hefði mikið við að vera dáðist af þessu, hafði farið upp í fjöllin og blásið og það ómaði í fjöllunum og hann var beðinn að spila hjá þessu fólki.
og ein sagan þegar hann dvaldi við Kyrrahafið í fyrsta skipti að hann var fenginn til þess að þeir stofnuðu bæði danssveitir og svo bara hefðbundna lúðrasveit og voru með þess að fengnir til þess að fara 1906 þegar jarðskjálftarnir miklu voru í San Francisco og þar spiluðu þeir meðan að fólkið var að jafna sig eða bara af því að fólkið var náttúrulega svo illa haldið eftir þessa hörmungar sem þá höfðu yfir staði. En sem sagt ævi águrbið hans endar þarna þegar hann orðinn svona handgenginn þessum manni og þeir lögðu út lagnarnet sem voru lögð út frá landi og biðu eftir síðan laxinum, göngunum og ógleymanleg lýsing þegar að sjórinn lyftist allur upp og göngurnar voru að koma eins og síldar torfur en þetta ferðalag hans enda þarna upp frá því að þá það þurfti að vinna þennan fisk strax ferskan og olíuskipi sem átti að koma og flytja þeim olíu það brást og þá var öllum sagt upp eða það sagt að veiðarnar yrðu hvílt á þeim og fólkið sem þar vann fjölmargt fékk premium eða bónus og kölluðu til afa til þess að gerast á verkalýðsfulltrúi og þannig endar þessar bækur hans. Og svoleiðis að afi sem sagt fær síðan boð það að faðir hans látinn. Það var sem sagt fyrrverandi útskálaprestur sem setti sig sem var fenginn í að færa afa meðan hann bjó í Seattle bréfum sem var merkt með kanadísku frímerki og það var honum tjáð að faðir hans hefði látist 1905 úr lúnabólgu. Afi var nú ekkert endilega hann sagði bara trúinn og tíminn læknar þessa sorg og hann hélt sínu ferðalögum áfram, kemur síðan heim 1907 og hugsaði sér bara að fara aftur því að hann var náttúrulega bara heillaður af þessum ævintýrum sínum. En þá hittir hann ömmu og varðu þetta heillaður af henni og þannig að þau giftaði sig 1908, ég nú einhvers staðar hérna með, hér sem sagt leyfisbréf af og ömmu og þar stendur mér hinri við Fredrikinn VIII að Guðs náð Danmörkukonungur og svo vidare og hvað hann konungur, hann svo fallega orðaðna, ég get nú bara ekki hlaupið til þess að lýsa þetta en hann gefur þeim sem sagt leyfi til þess að giftast. Þau fluttu til að byrja með til Keflavíkur þar sem að afi náði sér í kaupmannsréttindi. Hann hélt áfram þessari leikrænu tjáningu, hann stofnaði leikfélag í Keflavík og lúðrasveit var sem sagt stofnandi lúðrasveitur Keflavíkur og var greinilega mjög vinsæll. Amma og afi þau fluttu að Stafnesi 1914 og þá hafði Stafnes losnað úr ábúð því það var nú örlög margra þessara manna út all land að þau voru bara sett í lífstíðar ábúð og þeir fengu afrakstur í formi sauðaskyrs og svo framvegis bara þess sem hafa framleitt á jörðinni og ég held að afi hef ekki nennt að standa í þessu. Hann bara einhvern veginn kærði sig ekki sérstaklega það auk þess sem hann þurfti þessi verslunarstarfsemi hans í Keflavík bar sig nú ekki mjög vel en
þau sem fluttu út á Stafnis 1914 sem þá losnaði ábúð. Afi gerði þar út skipun tímabili en húsi var sem sagt kalt og erfitt að kynda og amma var greinilega, henni leið ekki vel á Stafnesi, það náttúrulega öll ströndin einn kirkjugarður og henni fannst vera reynt á Stafnesi. Þarna nú saga af einu slíku skipi sem að sigldi upp, þá mamma 5 ára og þau sáu skipið koma upp og stranda bara niður við víkina sem að mest var notað á Stafnesi og skipstjóri og það hefði komið leki að þessu skipi og þá brugðust menn auðvitað við að tína upp úr skipinu allt sem þar var innan borðs eins og hægt var og þetta var sett upp á náttúrulega kantinn og síðan voru búin til númer eins og menn kölluðu þessi, það var bara pakki með einhverjum vörum sem að síðan átti að bjóða upp en hreppstjórinn lagði auðvitað strax alltaf haldir á það sem að uppkom úr þessum skipum og skipum sjálf og þannig var fjölmörg skip sem þarna fórust. Þetta nú bara lýsing af því að þarna var náttúrulega brennivín, konjak og svo framvegis í kartelum og skipstjórinn gaf afa áður en að yfirvaldið kom á staðinn með þrjá kassa af konjaki og svo þessa tunnu sem að hann var of seinn að gefa afa þannig að hreppstjórinn ætlaði að leggja hald á hana og þá brá skipstjórinn við og lagði til hennan með stóru grjóti þannig að vínið sem það var innanborðs, sem nefnilega var rom, það lag alla steinana og þá grupu náttúrulega kallarnir sem þarna voru í kringum sjóhattana sína og fóru að ausa upp og urðu brátt mjög glaðir. Nú, sem sagt, þeim leið ekki sérstaklega vel þarna og þau fluttu á Hafibyrnastaði. En það bara ekki hægt að segja Langafi náttúrulega átti eftir sinn búskap 20 jarðir víðsvegar um landið og í hlut afa komu miðnishlutinn norðan Þóroddsstaða, það Kirkjubólið, Kolbeinsstaðir, Hafibyrnastaðir, Sandhóll. Þetta kom í hlut afa, auk þess jörðin Laxárdalur í Gnúpverjahreppi sem að við sáum nú bræður alltaf mest eftir því að þar voru við nú, að því hann Stebbi vinur minn hér við stundum þar veiðar í Laxárhreppi í mörg ár og það var auðvitað notað tækifæri til þess að segja þetta. Einhver fallegasta jörðin í kringum Laxá. En ég held hann hafi hreinlega einhvern veginn lifað fyrir aðra hluti heldur en að verða ríkur. Nú, þau á þessum tíma eignuðust hús í Reykjavík og þau dvöldu þar stundum yfir veturnar en fluttu síðan alfarið til Hafibyrnastaði 1939. Þá hafði faðir okkar, eins og ekki kemur hér að á eftir, byggt þeim bæði íbúðarhús nýtt og fjós. Já, þetta ég múin að sýna ykkur.
Þarna nú afi hann Vilhjálmur bróðir minn ætlar að taka þetta, þarna sem sagt þetta hluti af hervæðingu Garðskagavallarins og þannig að þarna situr afi heima á Höfnustöðum í stofunni. En bara af því að það menn hafa sagt þetta, Hafubjarnarstaðir eru sem sagt landnámsjörð Hafur Bjarnar Moldar Knúpssonar og Jórunnar Svertingsdóttur sem var konan hans. Hann hét þetta Björn, Moldar Knúpur nam land í Grindavík eins og áður getur og hann hét Björn en hélt Hafra og við bræður eigum ennþá athvarf upp við Hafravatn og þar Hafrafell og þar hélt hann hafrana sína eða hélt þeim rak þá þangað á sumrin og sótti á veturnar. Þess vegna fékk hann þetta viðurnefni held ég get ekki, en ég var alltaf sagt að hann hafði haldið Hafra og þetta bætt við hans nafn. Nú Jórunn, ég segi nú hérna í svolítið svona, kannski ekki alveg það að ég hafi það staðfest, en hún býr núna á Þjóðminjasafninu í formi beinagrindur sem þar grafið niður í gólfið og var eitt af frægum kumlum sem að grafin voru upp við Langagarðinn og Vilhjálmur bróðir minn kannski segir þetta. En það dálítið skemmtisaga sko, dóttir okkar Hanna Björg, hún var þar einhvern tíma með bekkjarfélögum sínum í kynningu á Þjóðminjasafninu og segir þetta hátt og snjallt, þetta hún amma mín við bekkjarsystin sín. En sem sagt, svona lítur Hafubjarnarstaður út þá þegar við bræður byrjuðum að slíta þar bensku skónum og ég veit ekki nema það sé kominn tími á að þið fá okkur næringu eða standið upp. Helga Guðrún Eyvindsdóttir, hún var sem sagt langa amma okkar og hennar pabbi hét Eyvindur Pálsson og bjó á Kirkjubóli. Var þar stórbóndi og duglegur maður. Hann var sumardaginn að slá niður á Kirkjubóli eða á bólinu sjálfu sagt þegar hann sér reyðarhval mikinn rekinn út á skerjum. Og hann, af því að á þessum tíma var náttúrulega fátækt og menn þurfti að hafa mikið til þess að hafa fyrir fá til hnífs og skeiðar og hann ákveður að vaða út og leggja þennan hval sem að þarna var strandaður og það nú svona af svipaðri stærð og verið að veiða í dag, sem sagt langreyður og hann veður út skerinn og meira að segja þarf að synda eftir því sem ég fæ og hefur þá greinilega verið búinn að læra einhver syndök en hann fer út með ljáinn og leggur hvalinn, hann sker hvalinn og lætur hann blæða. Og eftir þetta þá lætur hann boða út ganga hér öll Suðurnesin og til þeirra sem að vildu og koma og sækja sér björg í bú. Og þetta sagt verður til þess að margir fá góðan feng og gerðu að. Í tilefni þessa þá fær hann gefnar af Danakonungi þessar skeiðar og þær voru sem sagt 6 og pluss þessi tarína, þessi skeið í tarínu sem og hefur svona verið ættar, fjársögur okkar alla tíð síðan, nema það að ein þeirra hún ekki þarna, þessi sem skemmd. Amma, við vorum náttúrulega ekki nákvæmari þetta við bræður að við fengum þessa eina þeirra til þess að moka í Skeljarsand og hún fór dálítið illa. En þetta sem sagt sagan þessar skeiðar.
Þetta eru sem sagt hafibjarnarstaðir eins og hafibjarnarstaðir litu út 1962, myndtekin af bróðinum. Amma, svo ég ætla aðeins að kynna til bara, ég skal gera þetta hratt af því að ég sé að við verðum hér fram eftir kvöldi en sem sagt amma er Eydís Guðmundsdóttir, hún frá Nesjum og það var nú akkurat hér í hliðinu að koma maður sem ég hef auðvitað ekki hitt og hann kynnti sér sem afkomanda Nesjarættarinnar og við erum greinilega þremenningar en hann svo skrítið að maður fær svona vinka af og til og bara gleðilegt þau sitja þannig á borðu. Jæja, amma sem sagt var ein systkina og hún lærði klæðasaum og fór í húsmeiraskóla og það vildi nú svo til að amma konu minnar Ragnheiður og hún voru saman í hálft ár á þessum húsmeiraskóla og þegar þær hittust löngu seinna þá var allt mjög gott á milli þeirra. Hún amma, hún hafði mjög sterkar skoðanir á mönnum og málefnum, hún var náttúrulega harður sjálfstæðismaður eins og öll mitt fólk á Hæpinnarstöðum, bara rétt að muna eftir kosningunum 1959, það var svo mikil spenna í lofti að maður hafði koppinn undir borði meðan maður var að fylgjast með tölunum til þess að þurfi ekki að missa af neinu. En þannig var nú þetta. Hún hafði mikið hár og þannig man ég eftir henni. Hún greiddi það ýmist gerði það því fléttur og var þá mjög fönguleg eða hún setti það upp yfir svona nælonsokk sem hún hnýtti og lagði hér yfir kollinn og girti síðan hárið upp og var þá þannig útlítandi að hún líktist sem sagt Austin 16 bíl með varadekkið á hana. En hún var snörp eins og þetta fólk gjarnan, nefbroturinn hennar, hann var blárri heldur en annar hluti af nefinu og það var vegna þess að í einhverjum byljunum þá varði nefið á milli stafs og hurðar og hékk þá að bláþræði en hún gerði sér lítið fyrir það og límdi það á aftur og gerði það svo vel að það var aðeins svona, maður sá það en það var pínu í döður svo lítið. Hún var afburðagesturinn sem kona og gerði fólki gott í mat og þann með talu fólki sem kom og það var nú úr ýmsum áttum upphaflega þegar að breski herinn ákvað og síðan bandaríski herinn ákvað að taka Garska undir fyrsta flugvöllin og svo framvegis sem að Vilhjálmur bróðir minn mun fjalla hér á eftir að þá var það daglegt brauð að bæði hermenn voru þar löngum stundum breski herinn menn þeirra bjuggu í tjöldum en eins og áður kemur fram afi og amma sá aumur á þeim og þau gistu löngum stundum í húsinu og var gert gott. Nú, amma, ég hugsa að hún hafi einhvern veginn velt fyrir sér okkur að auðunin héldist ekki þarna og þannig að hún tók að sér fjármálin og þannig man ég eftir henni, hún var með fallegan skáp og hurð og skúffu efst þar sem hún lagði peningana í sem hún fékk. Hún lánaði hreppnum peninga til þess að flýta fyrir lagningu símans og síðar rafmagni. Hún var ansi ábúðamikil ef hún var á þeim nótunum og þeir sem ekki tóku sandinn sem við ætlum að tala aðeins og eftir á þessu réttum stað þá kom hún öskuvaðandi, var þá kannski komin í úlpu af Hákoni og var dálítið ófrýnileg þegar hún rak þá á betri staði þar sem að henni þóknaðist. En hún var okkur náttúrulega dásamleg amma
var full af hlýju. Ég veit að það fullt af, það eru hér strákar sem hafa, eða menn sem hafa verið sumarstrákar hjá henni og kunnu vel að meta hana. Þetta hún og mamma skrifar á þessa myndi enn okkur furðu þó hann félli fyrir henni. Þannig að skrifar aftan á þessa mynd, sko. Nú svo voru 3 systkini á Hafbeinsstöð. Elstur var nafni minn, sem ég heiti nú eftir, Konráð Alexander. Hann var nú fæddur í Keflavík og var eins og afi. Hann lærði tungumál og afi kendi náttúrulega börnunum sínum þetta. Hann kendi og lagði mikla áherslu á tungumálakunnáttu. Hann var fyrsti verkstjóri í Bretavinnunni lagningu fyrsta flugvallarins á Bökkum, eða fyrir ofan fjöruna á Garðskaga, sem við kannski fjöllum aðeins Hann flutti síðan til Reykjavíkur og vann hjá föður okkar sem kemur hér á eftir, átti heilmikla ásamt félögum heilmikla smiðju sem smíðaði öll húsin yfir langferðabifreiðar á þeim tíma sem höft voru. En hann lést voveiflega þessi ágæti nafnimynd í bruna. Já, þetta hann. Og svo hann á mamma sem fædd á Stafnesi og man og minntist þess þegar hún var 5 ára að sjá þetta skip koma þarna sem áður segir frá. Hún gekk sannsett í barnaskóla í Garðinum, sátti sér tíma í tungumálum og var náttúrulega búin að læra mikið af afa, bókfærslu og var mikil og flott hannyrðakona. Hún gaf út bækur og ég man eftir heimilinu okkar í Barmahlíð að það voru löngum svona námskeið í hannyrðum hjá henni. Þau giftust pabbi og mamma á Útskálum og þá var pabbi búinn að byggja fyrir þau íbúðarhúsið og fjósið. Hún var mjög handgengin afa. Þau höfðu einhverja takta, svona rómantíska tilfinningu sem fólk náttúrulega erfir að hluta til og hún var hins vegar mjög eins og fleiri þarna. Hún var hér vinnusöm, hún var hagmælt, hún var listræn og hún var réttsýn. Hún var náttúrulega góður uppalandi. Maður fékk nú kinnhest ef maður hegðaði sig ekki rétt og kom alltaf á óvörum einhvern veginn. En hún var okkur mjög kær. Hún varð ekkja 71 þegar pabbi dó og var lengi á Kjarvalsstöðum og kannski muna menn einhver eftir henni. Hún var gestlukona á Kjarvalsstöðum í skjóli frænda okkar, Davíð Oddssonar. Þetta hún. Pabbi var einn úr 6 systkinahópi. Hann lærði húsgagnasmíði og svo meistarabréf í bílasmíði. Þegar sú grein var lögleidd, hann stofnaði ásamt félögum sínum bílasmiðjuna 1942 og hún flutti síðan eftir því sem umfangið varð meira, fyrst á Laugavegi 176 þar sem sjónvarpið var lengi til húsa og þeir áttu það hús og verstaði það fyrir ofan og svo svona á dögum þegar með hægri umferðin tók við völdum 68 þá fluttu þeir upp á Tunguháls til að taka sér þau verkefni. Nú, hann giftist sér sem mömmu og þau áttu sitt töluhagalíf á Hafbeinsstöðum og svo byggði hann bæði okkur náttúrulega fjölskyldunu hús eða sumarbústað í Þingvöll þar sem við dvöldum árabil allt frá þann tíma þegar tóku upp á þeim óskunda
að virkja Efrafallið og eyddu nánast fisknum og byrja á því að eitra fyrir Mývarginum á Kaldárhöfða og þar með hrundi fiskveiðarnar og í Þingvallavatni einn tíma. En við áttum þar mjög margar góðar og yndislegar stundir. Hann pabbi var mikill fagurkeri, veiðimaður, öllum hugljúfur og mikill harmdauði þegar hann lést 56 ára. Þetta eru þau og þarna að einhver var að tala Bustabæ á hann. Þetta gamli bærinn á Hafnastöðum og þau í tilhuga lífinu og við höldum þetta sé Hornakkur fyrir neðan hólinn þar sem að Hafnastöð stóð á. Nú bara til að minna á þetta bíll númer 340 og eitthvað af þeim bílum sem að smíðaðir voru í bílasmiðinni og þeir enduðu yfir 400 þegar pabbi var lést. Og hér sem sagt verið að fara með einn þessara langferðabíla í ferðalag og auglýsingaferðalag Norðurlöndin. Og þetta sennilega einhvers kringu 1954. Nú svo kemur sjálfur búfræðingurinn og frendi, hann Hákon, hann sem sagt fæddur 26 og lést svo í ástalegi 96. Hann var náttúrulega ástríðufullt náttúrubarn, alla tíð óbeislaður. Hann var alveg eins og lognið þegar þannig var undir en síðan eins og hvirfilbylur og þess á milli sjálfsagt verið greindur, fengið greiningu í dag en sem betur fyrr var það ekki svo á þessum tíma. Hann var ástríðufullur í öllu sem hann gerði. Hann var mikill frímerkjasafnari, átti nánast allt íslenska frímerkjasafnið á þessum tíma og þar með talið hluta hópfullu Ítala sem þótti nú flott og skildingamerkin og við bræðurnir vorum svo sem að hjálpa honum til með að finna í þetta safn og vorum svona útsendarar en hann fékk sér bréfatengsl við heiminn og skrifaði mörgum söfnurum bara allan heim þar hann átti góða vini og við lærðum smá saman nöfn þessara manna sem hann kallaði eftir bara eins og þeir væru æskuvinir hans. Og svo gerðist það undir handleiðslu Dr. Sveins Guðmundssonar sem var mikill vísindamaður og lagði grunn að hinu íslenska náttúrufræðifélagi með miðstöð fyrir rannsókn í íslenskri fuglafræði og hann smitaði sem sagt Hákon ásamt Kvískerjabræðrum sem voru nú frægir fyrir náttúrusöfnun og umgengni við náttúruna. En hann sem sagt byrjaði að veiða fugla í fjörunni og merkja þá mjög nákvæmlega og þau voru í fyrstu veiddir bara í snörur sem voru settar í lista sem voru kannski 3 metrar á lengd og 4 sentimetrar á breidd og boraðar holur í gegnum þá með jöfnu millibili, svona 20 sentimetra og í það voru festar upphaflega hrosshársnörur og það var eitt af verkefnum okkar að finna gott tagl einhvers staðar, helst eða var dökkt og klippa lokk úr og svo var það spunnið bara í munninum, flétta saman og þetta var notað til að búa til snörur úr og þessi lista voru síðan setti niður í þaran í fjörunni, bæði í Kvíavallavíkinu og svo inn eftir allt innundir Lambareið og maður fékk það sem verkefni að fara meðfram öllum þessum snörum, öllum þessum gildrum tvisvar á dag og leysa úr þeim fuglana sem voru festir. Þeir komu
af því að við rótuðum upp þaranum og þar undir var þessi dásamlegi hvítmaðkur sem þeir sóttust í. En á þessum tíma var alls ekkert vitað hvaðan fuglar kæmu eða hvert þeir færu og hversu gamlir þeir væru og þessi vinna, hún gekk út á það að finna út af þessu og var stunduð og ennþá stunduð þann dag í dag. Hákon tók þetta mjög alvarlega og skráði hvert einasta fugl eftir lok dagsins niður og set til hannaðar skýrslur með dagsetningu og númeri á þessum hringmerkjum sem fest voru fætufuglana og svo var bara beðið eftir í hvað myndi gerast og svo þetta fór að berast svo kallar endurheimtur. Þá var nú Hannes á pósthúsinu, hann var nú náttúrulega hringdi strax suður eftir því að menn biði eftir þessu og þá var maður sendur annarkvort með mjólkurbílnum eða rútunni og til þess að sækja þessa innheimtur og það var svona spennu þrungið moment alltaf í lífi okkar þarna að vita hvað hefði nú gerst og þetta var síðan svo bara skoðað hvar fuglinn hefði verið merktur og náttúrulega fengust upplýsingar hvað hann hefði verið drepinn því að merki fuglsins fór auðvitað á náttúrusafn hvers lands þar sem hann var fangaður. Þannig að svona smá saman söfnuðust upplýsingar komu, aldur og svo framvegis þessara fuglar sem þarna voru merktir. Við bjöggum síðan til sérstök búr sem voru svona þríhyrningslaga 50 cm á hæð þar sem voru trektlaga inngangar sem voru víðir að utanverðu, rótuðum við þarana og settum búrin inn á og fuglinn fór inn og fann síðan ekki leiðina út aftur af því að þar var miklu þrengra. Minningar þetta var þegar að fólki einn fór og settist á þessi búr og þeir bara lögðu upp laupana og endaði með því að Hákon fékk leyfi til þess að skjóta þennan fólka og hann hýsi nú sem sagt okkar heimili. Hann nú alveg sem til svo sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega. Þetta Hákon frændi og hann hafði þessa sérstöku eiginleika að hann eyddi aldursmun. Ég var náttúrulega bara fæddur 48 og hann 26 en við vorum alltaf bara einhvern veginn mátari í öllu sem við gerðum. Ég var held ég 7 ára þegar hann kenndi mér að reykja til dæmis og það markaðist að því að hann óf hér sígarettur með grúnótóbaki sem þá var nú gamalt og með löngum þráðum og stundur reikna pípu og mér fannst þetta svo flott. Og þá var það í daginn að við vorum að gera við held ég einhvern karburator að við tókum honum fittings og við byggum úr þessum fittingspípu fyrir mig og þannig ég tróði í fittingsins og gat kveikt í þessu og það var bara eina leiðin til þess að við værum alltaf jafningjar og hann þetta var náttúrubarn og óskaplega gaman að fara með honum bara heiðarnar. Ef hann sá mús hlaupandi þá æpti hann og maður hljóp til þess að fá að vera með upplifa þetta moment. Hann var uppfinningarsamur og alltaf skemmtilegur en auðvitað hafði hann sína hliðar og ég ætla hann ekki að fara sérstaklega í þar en það var aldrei logn í kringum hann. Hérna Hákon þegar á tíma velvæðinganna þá kominn með Ferguson sem var nú 50 og sannlega 55 og svo Dodson sem hann fékk eða keypti í sölunefndinni. Hákon bjó hjá okkur í Barmahlíðinni í Reykjavík 1 ár, 54
gerði einhvers konar uppreist og vildi bara komast úr þessari einangrun og fara að kíkja á stelpur og svona og keypti svo þennan grindina þessum víbón sem þarna stendur og hann var síðan byggt yfir hann hjá föður okkar og var einn af þessum með þessari vél sem maður sá þegar maður gaf í. Hann var alveg óbáslega sterkur og skemmtilegt að keyra hann bíl. Ég byrjaði að keyra hann 8 ára gamall og ásamt traktor og öllu þessu. Þetta var náttúrulega bara hluti af vinnu. Það þurfti vinnuafl sko og maður var bara nýttur en maður gat sko. Og svo endaði maður með því að maður var að draga sko vélarnar. En maður gat alltaf sem sagt stólað á grána sem við ætlum að tala hérna eftir. Þannig að sjáu þið hvað hann mikið jafningi. Ég held höndunum á sko mjöðmunum nákvæmlega eins og hann. Og þarna vorum við búin að vera að veiða í Þingallavatni í suður í Víkum og maður bara var hluti af þessu sko það var engin aldursmunur á okkur sko í rauninni. Eða þessi að tilfinningarlega þetta myndir teknar í húsveikina á Hafnarfjarðarstöðum. Við sitjum þarna 2 með lubbu sem var svona, skal ég segja, skyggnhundur. Vissi sko, hún sá inn í eilíðina. Hákon þarna til vinstri búin að veiða mikið af gráslöppu í net svo flott. Og þarna ein af veiðiaðferðunum sem notaðar voru við að veiða fugla. Við strengdum stundum, sko það var nú til dæmis eins og lóðþrællinn, hann kemur í stórum hópum og svífur yfir, fer á ákveðnum stöðum niður, tekur svona sveiflukennt flug og við vorum alveg búin að finna út hvað hann færi niður og þar strengdum við net og svo biðum við bara eftir að hópunum kæmum og kastuðum yfir netinu sko. Og það var sama með rituna, við tókum hana svona í suðvestan átt, gerðum byrgi og notuðum háf og veitum, þetta náttúrulega var mikill ævintýra heimur sko. Og hér bara til þess að við sá nú þessa grein bara fyrir stuttu að 44 ára stuttnefja skotin í Eyjafirði og hafði verið sem sagt merkt fyrir 44 árum á Svalbarða. Já, og við fengum í mann eftir Kríu, ekki rétt verið, hún var 16 ára. Já, og hér, þannig að, já. Einhver ein eldri. Já, svona var þetta. Og nú bara svona til þess að ljúka þessari sögu að hér auðvitað koma því að Hafubjarnarstaðir voru ekki þess eðlis að gæti sko framfleytt stórri fjölskyldu. Það var alveg eins með börnin eins og annað í lífi Hákonar, þau komu fljótt, mikið af þeim og fáðu fljótt eins og sem við segja. Og hann átti sér satt 6 börn á 8 árum og svo hann var lengi búinn að vera í sko bréfaskiptum erlendis og svo þegar Ástralir vildu fá fólk frá sérstaklega Skandinavíu og Norðurlöndum heim að þá var sem sagt lögð gildra fyrir þá sem að hugsuðu sér hugsuðu það þau örlög að sigla þangað og þeir fengu sem sagt gefins í hendurnar ferð aðra leiðina og þar endaði Hákon og við hjónin náttúrulega fórum til Ástralíu hér fyrst 2000 þegar Eydís dóttir okkar var að synda þar á Ólympíuleikunum og við gerðum okkur ferð Ástralíu og fórum í fótspor þessara fjölskyldu og hann sem sagt dó 96 í júli. Ég veit hún Sigríður konan sem var hálfsystir Sigurðar Björnssonar sem bjó hér á Ragnhildstöðum lengi og þeirri ætt og hún kom hér í mörg ár á eftir til að hér finna fyrir rótum og
og svo hefur smá saman dregið úr því og því miður, ég veit ekki alveg örlög hennar. Dóttir Sigurðar heitir Erla og ég hef bara á eftir að þær skriðust oft á. Nú, ég verð að fá að tala um hann Grána. Gráni var, veit enginn í rauninni hversu gamall var, en hann var sem sagt einn af fjölskyldumeðlimur Hafnarstaða, vagnhestur sem að afi sennilega keypti 1936 eða ekki, það er svona sagt, en það var alltaf sagt að hann hefði verið jafn gamall og Hákon og þeir ólust upp og saman og voru allatíð saman. Hann var afstæður úr Kothúsum hér í Garði og hefur sennilega fengið einhvers konar uppeldi sem vagnhestur, en það voru einkenni vagnhesta voru þegar þeir voru sterkir, þeir voru náttúrulega notaði til drátta og þeir voru sem sagt á þeim tíma þegar búskapur eða sérstaklega heyskapur fór fram með nýtingu hesta og náði hámarki svona 1940 því þá byrjaði nú vélvæðingin. En það var nú þannig að hesturinn, þessi yndislegi hestur sem að alltaf virtist vera ungur, hann var glettinn og fann hann náttúrulega eins og hestar gera, þeir vita alveg hver situr á þeim og geta tekið upp á ýmsum brögðum, en það var okkar bræðra beggja hlutverk að nýta þennan hest í hér búskapnum og heyvinnslunni og þarna var, ég held að þeir hafa heitað Denville, þessar rakstrarvélar sem voru mikið galdratæki. Hákon var nú alltaf mjög hann vildi ekki sjá heyslæðu á túnum, heldur að þetta yrði óskaplega, þetta yrði bara hreint það sem var búið að vinna. Og rakstrarvélinni var notuð til að draga heyið saman í múa og síðan voru búin til úr þessu náttúrulega lön og drílur og stakkar og allt þetta. Sem sagt, þegar Hákon fór út 69 þá gat hann ekki hugsað sér að fella einkavin sinn. Og hann skildi hann eftir í höndum Árna á Löndum, er það ekki rétt? Jú, Landakoti, já. Og af því hann gat bara ekki drepið sem sagt besta vin sinn, það var bara ekki hægt. Og þá var sem sagt þá var áætlað að hann væri 45 ára þegar þetta viðtal er skrifað við bróður minn og við feldum hann síðan við tókum hann úr sunnan að og fórum með hann upp á Þormórsdal sem er rétt fyrir ofan bústaðinn okkar upp við Hafravatn og þar var bóndi sem að tók Gránaði sér og þarna sem sagt erum við heimsækja hann og hann endaði síðan, þarna er verið að kveðja hann. Hann var sérstakur, maður gat alltaf laxi hjá honum, og sofnað í hlýjunni og þessari yndislegu lykt sem hestar gefa frá sér. Hann var tekinn í gagnið í heyvinnsluna á svona einhvern tímann í júnímánuði. Hann var síðan í fjósinu þarna veturinn og á honum var skítakerran flutt full og breytt úr henni á túnin og svo fékk hann sumarfrí eða vetrarfrí, hann Gráni. Og þá sleppti honum og þá varð hann alveg
sko, hann yngdist upp sko, eins og hann væri fólald á þeim tíma, rak við og fór yfir allar girðingar, beint inn í garð inn á Kotstum. Þar átti hann systur sem að mér skilst að hafi verið meiri og hann sótti alltaf í hana og þetta var einstakt og svo þurfti maður náttúrulega að fanga hann þegar maður þurfti að nýta hann sko og fór með seitrúbrauð og lét lyktin að berast á honum og þannig gat maður komið á hann ól. En hann var alltaf tíð vagnhestur, burðarmikill, þreyttist einhvern veginn aldrei og sennilega verið komin vel yfir 50 þegar við bræður fylgdum hann. Þarna erum við búin að gera honum gröf og svo hann felldur. Ég gleymi aldrei sko andvarpinu, fegins andvarpinu þegar hann var felldur. Blessaður. Uli. Þú taka við. Þú að kynna. Ég heiti sem sagt Vilhjálmur Lúðvíksson og ég fæddur 1940 og skírður á Útskálum eins þar sem foreldrar okkar Konráðs eru gift árið áður og það sem ég ætla að gera bara að segja svona frá svona persónulegum myndum af því að vera á Hafrbjörnsstöðum og kannski hvaða þýðir fyrir manna að fá allar þessar sögur og upplifun af umhverfinu og það sem að gerst hefur í því og svo hvernig framvindan maður hefur lifað þegar maður svona gamall. Hvað margir sem eru annars orðnir 84 ára? Já, ekki margir, enginn vill viðurkenna það einu sinni. Hverjir muni eftir stríðinu? Hverjir lifðu daga stríðsins hér á Skaganum? Allavega ég veit ekki, það eitthvað sem að situr í hausnum á mér frá því að ég var ungabarn bara og mjög ungur, þannig að ég get sagt frá ýmsu sem að ég upplifði og það með náttúrulega að stóru hluta vegna þess að við vorum hér á sumrin á stríðsárunum. Mamma fór með okkur suður eftir þau sem að þá voru komin til Skjalana sem að eru hérna á þessari mynd. Það er að segja, þetta pabbi, hann heldur á Davíð, bróður okkar sem fæddist 1942 og þetta eru afi og amma þarna fyrir ofan og þetta svona alveg sterk minning hjá mér að þessi ferð sem á ströndinni við Þingvallavatn rétt hérna norður af Arnarfelli. Þetta fyrir utan Vatnsvíkið þar og þangað fóru foreldrar mínir á árum áður og veiddu mikið og eyddu sumrum sínum og þetta gerðu við framan að þangað til að síðan var keyptur sumarbústaður eða byggðu sumarbústaður réttara sagt annars staðar við vatnið. En Davíð bróðir hann lést 1951 og hérna heldur afið, ef þið sjáið þessa mynd, ég veit ekki hversu greinlegt þetta en hann heldur hérna veiðistöng af því að Konráð sagði frá veiði mennskunni hans og hann var mjög lunginn veiðimaður. Og við hefum kannski erft þetta hjá okkur og ekkert síður á silung, hvað sem heldur en sjófisk og þá reynslu sem maður fékk yfir þar. Þetta var mikil veiði akkurat í þessari ferð og ég man eftir henni. Ég var að skröllt alltaf svona þriggja ára ég orðin og var landa, hjálpa til að landa fyrsti sem á sífellt var að koma upp. Og þetta svona eins og byrjun sko, en annars eru Hafrbjarnarstaðir eiginlega aðal viðfangsefnið en ég ætla eiginlega að segja frá svona sérstöku viðburði sem að ég upplifði þá 7 ára að þetta langi garður sem hluti af þessu mikla garði sem að reistur var á skömmu eftir landnám hér á Skaganum og það vill þannig til að
þetta sumarið 1947 að þá koma þeir Kristján Eldjárn og Jón Steffensen til að grafa upp kumlreit sem þarna var vitað að væri til staðar og hafði komið upp áður langan tíma. Og ég var sendur með kaffi og köku frá ömmu til þess að færa þeim meðan þeir voru að grafa. Alltaf var hún að hugsa svona gestrisniðina og ég fekk að verkefni að fara þarna og þegar þeir voru að fá sér kaffi og með því þarna úr flöskur sem var í sokk til þess að halda henni heitri og svo kökum, þá sagði Kristján mér frá því, skýrði fyrir mig hvernig þetta land væri tilkomið og hvers vegna liti út eins og það gerir, og þar með þessi garður sem reyndar hann orðinn uppgróinn þarna, en þá var hann bara meira eða minna sandi orpinn og fok í gangi, og fokið hafði ofan af leiðinu, þessu kumli, og hann svona skýrði bara fyrir mér á þessum degi söguna. Og hann sagði áður þá náði landið miklu lengra út heldur en að gerir í dag. Sjórinn hefur eytt landinu. Og þessi garður var reistur til þess að vernda kornrækt sem var í stórum stíl á þessu svæði, og kornið greinilega þreifst vera á þeim tíma. Á landnámsöldinni þá Ísland hlýrra heldur en það hefur varið eins og lengst af síðan, og kannski jafnvel betra veður heldur en það var í dag. En svo fór ég var nú formaður garðyrkjufélagsins tíma og fór að pæla í þessu með garða. Hvað þýðir orðið garður, og fór ég að skoða hvaða gervitunglamyndir væru til af þessu svæði og náði þessari sem af Hafubjarnarstöðum til hægri og langa garði þarna sem liðast þarna eins og sjáið, og þar í þessari kvilt eða í þessum boga þar var þessi kumlareitur og þessum að eiginlega kalla húsfreyjan á Hafubjarnarstöðum. Það nú ekki víst að það sé nafngreind persóna en því að Hafurbjörn hann bjó í Grindavík, en af hverju þegar nafnið best á þennan stað, það eiginlega alveg óljóst hvort að hann var þar, en hins vegar segir sagan í Landnámu að landvættir hafi fylgt honum hvert sem hann fór til þings eða svona verkefna, og þannig að hann frægur maður í Landnámu, en hann ekki kenndur sérstaklega við staðinn samt, þó að nafnið það voru til. Kannski hefur einhver af hans undir sátum sem tilhörðu höfðingjanum byggt þetta eða sett sig niður þarna og skýrt bæinn þannig. En ef þið fylgið Langagarðið þarna aðeins út, þá sjáið þið marka fyrir hleðslunni þangað alveg út þar sem að sjórinn fellur yfir. Og svo náttúrulega Lambaríðir heitir Lambaríð vegna þess að þar voru lömb færð til beitar. Þetta var bara grófu land þarna út, og sjálfsagt hefur Flösin líka verið svona. Landin náði miklu lengra út á landnámsöld heldur en að þarna birtist beint. En svo bara önnur saga sem komið að stríðinu, og ég fæddist í apríl 1940 og svo koma Bretarnir mánuð eftir, í maí 1940, og þegar eiginlega fyrsti völlurinn sem notaður eitthvað Skagavöllurinn. Það var hins vegar ekki mikil notkun á honum sem herflugvelli, en hann var mikið notað til æfinga, og þegar ég sá þessa mynd sem Konráð fann í riti sem heitir Skiphóll, sem ég reyndi nú að finna á tímarit.is í þjóðarbókarleiðinni, en birtist ekki. En ég man eftir þessum
Tiger Moth vélum tvítekjum sem voru að æfa sig á Skagavellinum og ég man eftir því ég þá líklega 2 ára eitthvað svoleiðis og verði alveg ægilega hræddur. Þetta voru svona hávaði að mér fannst þegar það voru að taka á loft og koma að ég man eftir, ég man alveg eftir senunni, ég að hlaupa upp tröppurnar á Hafnarfjarðarstöðinni til þess að komast inn undan þessari skelfingu. Og svo gerist það reyndar nokkrum árum seinna að mamma, hún býr mér til fyrsta garðinn sem að ég hef átt við og enn að dunda við það. Hún byggði svona lítinn garð úr steinum fyrir neðan Hafnarfjarðarstafahúsins kjallara megin þar sem við bjuggum yfir sumarið og við fórum upp í Kúamóa til þess að safna plöntum í þennan garð. Og ég man eftir því að vera svona með fötur sko með mömmu þar sem við höfum verið að safna og þá kemur einn svona flugsveit. Svona fjórar svona Thunderbolt orrustuð flugvélar og byrja að skjóta á ketil sem út í Lambaríku og þið sjáu hann ennþá, þennan ketil, hann er vísu færst til en hann var þægilegt skotmark fyrir flugmennina að æfa sig á. Og djöfulgangurinn í þessu var náttúrulega þannig að 4 ára strákur eða 3-4 ára strákur, ég man ekki alveg hvað ég var gamall þá en einhvers staðar þar, honum var náttúrulega ekki sel, en kannski hefur það stimplað inn garðyrkja á hann fyrir því, það ekki kannski gott að segja. En svo annað sem kemur fram að þessari mynd sem nú, hann sýndi daginn hann Friðþór af Skagavellinum og þar sjáið þið að öll ströndin og túnin eru hvít og það alveg greinilegt og ég man eftir því að túnin voru stundum alhvít af skeljasandi sem hafði fokið upp á túnin yfir vetri eða sérstaklega síðvetrar og það var bara höndi bakkað að moka slíkum sandsköflum oft af túninu en samt var alltaf í skeljasandinu meðlið sinu sko áburður svona kalk og magnesium og fínir í alls konar þannig að grasið óx alltaf í gegn og var mjög kjarngott. Þannig var það. En þetta svona minning sko sem að stendur í mínu bernskuminni og hér þessi sama mynd sem að konar var með áðan en af því að hann Friðþór var að minnast á það að afi myndi hafa gefið hernum bæði komið þarna breskur og amerískur liðsforingi í heimsókn til afa á þessu byrjunartímabili í undirbúningi Keflavíkurflugvallar og ég held að þetta séu þeir og þessi mynd hún kemur fram í skiphóla að þetta sé frá föður okkar tekið, ég held að sé frá móður okkar því að hún var með okkur bókstaflega á Hafnarfjarðarstöðum á þessum árum, þessum tíma, okkur Davíð sáluga. Og ég hugsa að þetta sé bara akkurat þeir sem eru þá að leita til afa hvar væri nú heppilegt að koma þessum flugvelli, herflugvelli sem var í undirbúningi á Keflavík. Og hérna bara svona mynd af Skagavelli eftir mikið sandfok og þarna hef ég bent á miðunarstöðvarnar, Friðþór sýndi það nú svolítið á síðasta fyrirlestri, Hafnarfjarðarstaðir þarna og svo bendi örin þarna neðst á bragga varðmanna sem voru við endan á þessari flugbraut. Flugbraut markast af hvítum rákum þarna rétt sunnan við afleggjaran hérna niður af vitanum. Svo hinn þarna þar sem að örin hinn gula bendir rétt norðan við Hafnarfjarðarstaði. Og svo braggi þarna og ég man mjög vel eftir þessu liði sem að þarna var staðsett til þess að verja og þeir voru með skotæfingar sem ég man líka vel eftir háaðunum og látunum þegar þeir voru bara að æfa sig sem hermann því að það náttúrulega var búist á þessum tíma við innrás Þjóðverja þess vegna. Og völlurinn var viðkvæmur vegna þess að það var auðvelt fyrir flugvélar að lenda þar. En þetta svona mynd sem ég man eftir og hér mynd af einmitt Lambarífinu
og þarna þið sjáið hérna ketilinn þarna úti sem flugvélarnar voru að miða sig á þeim tíma. Þessi mynd tekin reyndar 2008 ég kom hérna og var að skoða hvað væri þarna var sandur á þessum árum sem ég maður sem best, sko, það var sandur yfir þessu öllu, þetta var ekki svona gróið og það var sandur fjúkandi allt. Og hérna þetta þetta 62 líka, sko, en hér önnur mynd sem ég hef frá stríðsárunum að það var skip sem hafði strandað á Flösunni, hollenskt hérna skip sem sagt í bókin hans Friðþórs að hafi verið koksflutningaskip. En það var sko mikið meira í því að í 10 daga, hálfa mánuð, þá var það að brenna og það var alltaf að verða sprengingar og sko eldtungur upp úr því af brennandi skotfærum. Og mér þetta mjög minnistætt þarna og það hefur verið 43, það það skip hér Honteström og það núna grein hérna sem ég viðtali við hann Guðjón á Garðstöðum þar sem að hann að bjarga dóti úr því, en hann segir einmitt söguna að það hafi, og það vissi ég ekki fyrir las þessi grein sem tiltala nýlega, að það hafi verið hérna tveir amerískir krakkar eða ungt fólk sem hefur komið þarna með bíl út á nándu Vitan, niður í fjöru með bát upp á og farið á honum út í skipið. Svo hefðu þau haft þar einhvern voða mikið gaman út í skipinu og svo hafði bara kviknað í því. Og þá hafði einhver tilgrænd, ég held á Blómsturvöllum hafði farið og hérna tekið kveikjuna úr bílnum þannig að bíllinn hann hjá þeim flæddi og hérna hver þeirra örlög voru eða hvort að þau fengu einhver ákæru fyrir þetta að hafa gert þetta, það fylgir ekki söguna, ég veit það ekki, ég bara man eftir þessari bara mynd af skipunni, þetta var stórt skip á þeirra tímamæli hvar það var í ljósum logum. En hérna sem sagt, það sagt að afi hafi hérna ráðlagt þessum fulltrúum breska hersins og bandaríska heppilegt flugvallarstæði. Þeir voru áður með hugmyndir að vera sko utar á stafnins, þetta náttúrulega Rómskvannanesi þarna skaginn upp og Garðskagi þarna efst, en hann átti að vera þarna inn á heiðinni, en hann benti þeim á Háaleitið og Háaleitið vissi ég eiginlega ekki fyrir ég sá þessa bókans hérna Friðþórs, hér þessi jökulgarður sem að ísaldarjökullinn skildi eftir á heiðinni og beinlínis í gönguleiðinni beint milli Stafnes og Keflavíkur sem að náttúrulega fólk bara fóra á þessum árum og afi þekkti þá leiðin náttúrulega mjög vel. Og hann bendir þeim á þennan jökulgarð sem bara grjót og urð og möl. Sko, efnið undir flugvöllin bara þarna tilbúið. Og það varð úr, þeir fluttu hugmyndir sínar upp á þessu og þaðan stór hluti af efnisins sem fór undir þennan Míks flugvöll í upphafi fenginn. Og hér svo man ég eftir þessu að þegar að flugvöllin tekin í notkun eða opnaður eða í undirbúningi þess, ég þori ekki alveg að segja hvað var í gangi, en það kom herjeppi og sótti afa og ég fæ að sitja í og fara þarna upp eftir, svo sé ég bók hérna Friðþórs, þetta fyrir bara þessa byggingu og ég man eftir henni. Ég man eftir þessari, og vissi náttúrulega ekki hvað þetta var, en þetta var skrítin bygging og hérna það þetta fyrsti flugturnin sem að þarna rís fyrir flugvöllin sem að koma þarna til. Og þannig að þetta svona, þetta hluti af því sem að gerist á meðan ég þarna bara eiginlega smákrakki, sko, smástrákur. Svo náttúrulega upplifir maður bara, og það eiginlega hluti af lektíunni, sko, maður upplifir
þennan langa tíma og Konráð sagði sko við eiginlega erum með þessa sögu fleiri hundruð ár eiginlega í minnuna því að við heyrðum þessar sögur og þar afi sagði okkur allar þessar sögur af sjálfum sér í þessum tíma sem að hann tók með okkur þegar hann lagði sig eftir hádegið og við lagðumst hjá, kom alltaf ein eða kannski fleiri sögur. Ein held ég að hafi nú alltaf verið sko, áður en hann ákvaða nú að sofna, en bæði frá benskuárun sínum og viðburðin sem að komu og sumir þeirra mjög skrýtni sko því að hann eignaðist draumakonu sem kom og vitjaði hans á baðstofloftið á Stafnesi og svo gekk hann í svefni með henni út og gat sagt frá viðburðum sem hann hafði upplifað sofandi sem komu fyrir hann í þessum svefngöngum sem hann fór í gegnum ungur og náttúrulega sagði hann að þetta þannig að maður var alveg heillaður af því að þetta skyldi gerast. Hitta til dæmis framliðið fólk sem var að koma saman þarna á ákveðnum stað á landi Stefnes og hafði kveikt eld að hans manni. Og svo sagði hann frá þessu sögu og menn trúðu þessu náttúrulega ekki og þá spurði ég hvar varstu? Já, ég get sagt ykkur það. Það í þara bunka sem hann tiltók á stað súla og stendur hausinn upp úr dauð súla og hann vísar í norður. Og það var farið að skoða þetta og það reyndist rétt. Þessa sögu sagði mann að biskupsstigi. En ég segi nú þetta af því að við erum með þessu sömu sögu Grána og Grána furðuskepna í raun og veru. Afi keypti þennan hest frá ungan fola af Sveinbirni Árnasyni í Kothúsum. Og hesturinn átti svona systur sem var alveg í sömu litum og þeir einkenndi þau bæði að það var svona bleikur flipi á þeim og þannig að ég veit ekki, eitthvað frá Kothúsum hérna kannski? Frá gamla Kothúsum, frá Sveinbirni eða Gunnari, syni hans sem að það aukasaga sko, Gunnarssonur Sveinbjörns í Kothúsum, hann átti Pontiac 1955 sem að við fengum föður okkar til þess að kaupa og þannig að við eigum minningar Pontiac 55 sem hann flutti inn og þótti ofboðslega flottur bíl í minningum allavega. En það sem að gerist það að þarna tæknibyltingin að hefjast þó að við séum með hest með rakstrarvél sem virkaði mjög vel í heyskap þess tíma. Sterkur hestur sem hægt að draga mikið hey saman inn í þessa vél. Ég man alveg eftir hvernig hann tók á þegar maður var með hann því að ég var í þessu frá því að ég ætli að ekki 7-8 ára þegar ég byrjaði að draga saman heyið með þessari rakstrarvél. En síðan gerist það að tæknin kemur og þessi jeppi þarna, hann með þeim fyrstu sem að komu hér, þetta Willys jeppi, kemur eftir stríð 46 og afi var náttúrulega eins og aðrir sjálfstæðismenn í góðum tengslum við Óla Thors og hann mun hafa haft hönd í bagga með það að afi var með í þessum fyrstu sendingum sem komu. En afi lærði aldrei almennilega að keyra þennan bíl. Og þess vegna þurfti ég stundum að bjarga málunum 8 til 10 ára gamall. Ég man þegar Hákon var á Hvanneyri 1950 til 52, 2 vetur, að þá lenti afi í því að gleyma að setja frostlög á hann og sprakk vaskassin og ég þurfti að fara suður með rútunni sko, til afa að bjarga málunni 10 ára gamall, keyra henni að Garðstöðum og tala við Guðmund að Garðstöðum og þá að taka þátt í og annars það að hluta að skipta eða lóða í vaskassan og laga bíl og þið geta að sé það þarna 10 ára strákur að keyra þennan bíl þarna inn eftir og tilbaka aftur og reyna að bjarga málunum og það gerðist bara svoleiðis. Og svo náttúrulega fékk ég það bara af því að maður inn í þessu í rauninni gamla samfélagi vinnuhátta
að slá með orf og ljá. Ég man eftir því að slá bara heilt tún milli Vallholts og Kvíavallar sem voru inn í Hafnarstaðalandinu. Það var svo þýft, það var ekki véltækt og þá sló maður það með ljá, orf og ljá og náttúrulega hrífum en Gráni, hann var góður í því að draga þetta allt saman, þannig að það auðveldaði að söfnun þess. En síðan kom Ferguson traktorinn 1955 og ég sló með þessum traktor fyrir þó nokkuð marga hér í garðinn, sko. Eiríkur Meðurstöðum var nú reyndar búinn að fá farmál og svo aðra tegund sem man ekki alveg hvað heitir, en hann var búinn að fá það undan, en þessi jeppi náttúrulega kom bara með blæjum, svona blæjubíll og síðan var byggt yfir hann einmitt í bílasmiðinu hjá föður okkar. Og þannig ég líklega 14 ára, eitthvað slaust, 13-14 ára. Komið með, og ég tók dálítið af myndum og hef tekið dálítið af myndum allan tíman, þannig að það mikið safn sem ég hef komið með. En ég sló með þessum og plægði reyndar kartöflugarða með þessum traktor líka. En svo það bara þessi stemning að tengja sig við fortíðina, þessa útgerðarbændur sem voru hér í Höfnum og Stafnesi og á ströndinni, þetta saga sem mjög sérstök og að hafa upplifað það. Og afi, hann eiginlega gerði þessa tíð, sko, rómantíska, hann elskaði þennan bát sem þarna sést í fjörinu og þarna sést yfir á kirkjubólu í gamla ból og í Kvíavallavikið og hann var með segl og kunna sigla þessum bát og þetta upplýði maður að fara bara með afa sigla út í Hrokkissanet eða út í Einarshólu sem með sérstökum miðum sem ég næstum mann eftir þarna úti og eiginlega þessi mynd efri þarna frá Hrokkelsasvæðinu. Ég held að þetta sama mynd sem við bræðurnir fórum með á þessum bát og vorum að upplifa þessa stemningu saman einhvern tímann. Og það var mikill afli oft af þysklingi sem kom og þar að þysklingur rauður sem fannst mann náttúrulega alveg frábær, hann var hengdur upp, látin síga og maður fékk hann dásamlega signa fisk með hamsatólk og kartöflum og vandist á þetta bragð og maður ennþá eiginlega með þetta í minninu til þess að njóta öðru hvoru. En af því að konar var að sýna ykkur skeiðarnar sem Eyvindur Pálsson fékk fyrir þetta afrek að synda út í hvalinn sem hafði strandað þarna fyrir utan á skerunum, þá þetta eiginlega svæðið. Hvalurinn kom þarna upp og strandaði, hann var lifandi en kallinn sló bara ljáinn úr orfinu og syndi með hann út. Og það aðra sögur af sundgetu hans því að hann skaut iðulega seli líka í matinn. Og hann, þegar eftir hann flutti á Stafnes og tók við búið þar af tengdaforeldrum sínum með konu sinni, henni Regínu, og þá sögur á hann þar sem hann var að skjóta sel, Másbúðarhólma, Nesjum og víðar og synti út og náði hann. Bara þetta var bjargar leið sko fyrir fólk á þessum tíma. Og svo náttúrulega svona þessi rómantíska tíð okkar að fara í kríegjaleit. Kríegjaleitin var bara alveg rosalega dásamlegur tími þarna hásuma í júní mánuði að fara upp í heiðina og vera það langt fram á nótt að tína egg og náttúrulega rekast alltaf öðru hvora á kollu á hreiðri og safna dúni og Hákon var mjög góður með það að skrá þessi vörp og fara og ná í dúnin. En árið 2009 þá fór ég með þessa tvo dóttur sinni
sem ég á, Arndísdóttir okkar á þetta sem stráka og þarna bara til að sýna það að við höldum upp á nöfnum þá sá sem með til vinstri, hann heitir Vilhjálmur og sá sem til hægri, hann heitir Hákon. Þeir eru vísu orðin tölvöld mikið stærri heldur en þarna en skemmtileg andlit og skemmtileg sena. Þeir eru annar með máfsvegg þarna í Vilhjálmur með 2 máfsvegg og Hákon þarna með horfið í fulla fötu af kríegjum sem var svona upplifun á þessum tíma. Og svo bara spurningi hvað skilur þetta eftir? Og ég held að það sé ekki hægt að horfa þetta öðru sem svo að með þessu lífi þá fær maður sérkennilega mynd af sögu, maður orðinn þetta gamall, að þekkja þessu sögu alveg forfæðina frá höfnum og stríðið og stríðsárin og svo þennan nýja tíma sem raunverulega hefst með stríðinu og lokum þess hér hjá okkur. Og svo vekur eins og Hákon náttúrulega lék sér með okkur og sýndi okkur ýmislegt veiti Ufsa, við lögðum lóðir fyrir Marhnút og Ufsa niður í fjöru og svo framvegis. Þannig að maður fékk svo sterka tilfinningu fyrir náttúrunni og áhuga á henni. Og það skilur sig með, og svo náttúrulega þessi kannski verklega reynsla og hugsanlega leksjan svo að við höfum öðlast einhverja dómgrein til þess að meta aðstæður, lesa í náttúruna og njóta hennar og svo verklega og andlega lífsreynslu sem eflir sjálfstraust og sjálfsberga getu. Ég held að þetta sé svona leksja sem að maður getur alveg séð fyrir sér að hluti af sjálfsmynd okkar sem að erum afkomendur þessa fólks og þessa tíma sem við upplifum þarna bókstaflega. Já, ég held ég sé eiginlega ekkert meira að segja. Já, þar með líkur þess. Ég ætla bara að enda þetta á því að krían var nú okkar, hún var okkar andlegi og lífsins fugl og móður okkar var náttúrulega hamalt og eftir hann að liggja heilmikli kvæðabálka. Við hefðum getað sagt margar sögur hér eins og þessa einstöku menn sem urðu á vegi okkar. Sandsölunni sem var nú mjög sérstakt, menn sóttu hér sand og til nýtinga. Grófasti sandurinn var sóttur út í Lambarifið og þá lærði maður hvernig hljóðin í Ford 47 hljómuðu þegar sandbílarnir voru að fara upp kampinn. Sandur var nýttur bara náttúrulega í múrhúð á húsum, en Rafa í Hafnarfirði var drjúgur notandi sandsins á Hafnastöðum, komu þar og sóttu mikið magn af honum og hafa nýtt í steinull sem að það var framleidd mjög lengi og svo náttúrulega bændurnir sem voru með hænsnabúin. En mér langar bara að ljúka þessu af því að móður okkar var, eins og ég segi, eins og við erum búin að lýsa, hún var náttúrulega náttúrubarn og hagmælt og hún orti kríuna. Þú ert komin káta kría, komin heim á vængjum skýja, nú mun öll mín ólund flýja eftir langan vetur, engum vorsins fugli fagna ég betur. Rekur burtu deyfð og dróma, djarfa raustu láttu hljóma, sittu heil í sólarljóma, nú ég búin að fá einhvern hérna hér, sæl á fornum slóðum, fagna ég þér góðum vini vegamóðum. Hún flýgur 36.000 kílómetra frá Suðurskautslandinu til að njóta hér dagsbirkju
og fá orkuna sem að krefst til þess að fjölga hér og þeim verkum sem að á eftir. Lítil magna vörn þú veitir, varga þegar herja sveitir, sjálfan krumma bráðum beitir, berða og örgum kjóa, orkan býr í álfakróknum mjóa. Og þar með held ég að þessu sé lokið, enda búið að vera hér í langan tíma, og takk fyrir áheyrnina og takk fyrir komuna.